Jæja, komið að vatnsberanum. Svo ég bara byrja á því sama venjulega. Þá eru ótal vatnsberar í heiminum og ótal vatnsberar á Íslandi. Það er ekki séns fyrir mig að lesa fyrir þá allir í einu, en einhverjir ykkar eru svona á einhverju svipari bylgjulengd, stiltan á sömu rás, þannig að það er kannski eitthvað sem að svona svipaðir atburðir að gerast í lífum ykkar sem þið tengi við hér. Ef þið tengi ekki við, þá getur vel verið að tengi við í einhverju öðru merki, til dæmis í því merki þar sem þið eru rísandi eða í sólarmerkinu ykkar, tunglmerkinu ykkar. Getur verið hvað sem er, þegar ég meina stundum sveiflast við bara svolítið á milli. Þetta er allt mjög flæðandi, það er ekkert slegið í stein hérna. Og svo ég einblíni nú líka á því að þar sem þetta er allt svolítið svona flæðandi og við erum svolítið mörg og misjöfn, að þegar að ég tala hluti eins og kyn, þá getur vel verið að það sé akkúrat öfugt. Þegar ég tala aldur, þá getur það verið eitthvað svona mjög tvírætt sko. Þetta er allt mjög flæðandi og stundum eru bara bullandi speglarnir í gangi, þannig að þegar ég er kannski að tala við þig sem er að hlusta, þá er kannski að speglast sko viðhorfin þín eða samskiptin við eitthvað náinn þér. Það getur líka gerst, þannig að ekki taka þessu svo of bókstaflega. En vatnsberi. Vatnsberi sem ég er að lesa fyrir núna. Og ég spyr fyrir það. Og þessi. Eitthvað meira það. Já. Svona. Eitthvað aðeins búið að færast til hérna. Svona. Og fáum eitthvað aðeins uppákomur vatnsbera í ágúst. Og fáum leiðsögn fyrir vatnsbera. Já, ok. Þetta er leiðsögn, alveg yfir nú. Fáum smá niðurstöðu hérna, ok. Það sem er vatnsberan hulið ætla ég að fá neðst í bunkann. Ok, vatnsbera sem ég er að tala við núna. Já, vatnsbera sem ég er að tala við núna er í einhverju svona, það er einhver pressa. Við erum hérna með 10 böndum, það er mikil byrði á þessum vatnsbera sem er í gangi. Byrði sem að kemur kannski svolítið út úr því að hann er að taka eitthvað svona annara manna dót til sín og á sig og eitthvað svona úr heiminum sem að hann á ekki endilega sérstaklega. Að það hann þarf að velja sjálfa sig fyrst. Hann þarf að hlúa eigin kastala áður en hann fer að sinna ykkur öðru. En þetta er rosalega byrði sem að þessi vatnsbera upplifa og hérna með 6 í sverðum þá er hann mjög heftur. Það er eitthvað sem að íþyngir honum mjög. Sem dregur hann mikið niður. Og hérna með sko þessari 7 hér þá er eins og hann sé að reyna að finna sína svona réttu leið, reyna að brúa eitthvað bil. En það fylgir því eitthvað neginn svona, þú veist, mikil pressa og það er eitthvað sem er að hamla honum í íþynguna, þannig að ég held að það er að gangi eitthvað illa, ætla að fara að brúa þetta bil.
og hann svona, þessi vatnsberi er í einhverju svona innri vinnu hérna með hófsauminni og jafnvæginu og hvort þú sért að byrja upp á nýtt eða byrja í fyrsta skipti að virkilega líta inn á við, virkilega kanna sjálfa þig tilfinningarlega, andlega, sálfræðilega, sem er mjög gott, en ég meina þetta líka svolítið viðkvæmur staður til að vera á. En það gott að vera komin hingað, af því þetta búið að vera of mikil pressa, þetta búið að vera svo mikil þyngsli og þetta búið að hamla þér í þinni vegferð í lífinu. Þannig að það gott að þú ert alveg að byrjaður á þessari innri vinnu að reyna að vega og meta hvað er þitt og hvað þarftu ekki að burðast með lengur og hvað getur jafnað út kosti, galla, skugga, ljós í þínu lífi, hvað getur jafnað þetta út. Ég sé að það er búið að vera mjög þungt á þessum vatnsbera, en þú ert byrjuð. Þú ert alveg að byrjaður á þessari innri vinnu sem er mjög gott. Og uppákomurnar, það kemur hérna fyrir þennan vatnsbera, þá er út frá þessari innri vinnu og þessari pressu sem búin að vera í, þú mátt endilega fara að biðja aðstoð. Þú ert hérna með keisareinjuna, þannig að þú átt alveg inni að það sé að hugsað þig, að þú setur svolítið fáir hjálp, af því að það er pínu hérna með þessum fjarka, grunnstoðirnar í þínu tilfinningarlífi eru ekki alveg í lagi og þú ert búin að vera að taka svo mikið annar manna dót og annar manna skít og eitthvað með inn í lífið og það er eins og þið vantir svolítið að ykkur kannski hugsi bara þig, af því að þessi nýja í sverðum er í rauninni merki svolítið alvarlegt andlegt ástand. Þetta spil segir mér fáðu aðstoð og bara faglega aðstoð frá sálfræðingi, geðlækni, leitaðu heilbrigðiskerfi, leitaðu til handleiðara, leiðbeinanda og þú mátt það alveg, þú ert ekkert eitthvað minna en þá þú fáir einhverja aðstoð, en ég held að þú ert á svo viðkvæmum stað og þú þarft bara svolítið mikið á og ég held að það sé alveg núna á næstun að koma einmitt einhver inn í lífið þitt sem getur kannski svolítið leiðbeindir með einmitt þetta, hvað það er eitthvað svona mömmu orka, systir orka, eitthvað svona mjúk, öflug, kvenlæg orka, þegar ég segi kvenlæg þá það skiptir kynið engu máli, bara þessi milda, umvefjandi orka er að koma inn í lífið þitt til að hjálpa þér með þessi atriði hérna, grunnurinn í tilfinningarlífinu þínu hefur ekki verið góður og þú þarft bara virkilega að fá eitthvað aðstoð með þetta. Þetta er búið að vera svo ofboðslega þungt og erfitt fyrir þig. Þannig að fylgdu þessari umvefjandi kærleiksorku sem er að koma inn í lífið þitt og leyfðu þeim að hjálpa þér. Þetta getur verið einstaklingur eða fleiri, en þetta er alltaf mjög svona mild, mjúk, kærleiksrík, engu að síður sterk, umvefjandi orka. Bara eins og hrein og tær kvenorka sem hefur ekkert að gera með líffræðilegt kyn hjá fólki, við skulum hafa það á hreinu. Leiðsögnin þín, eins og ég segi, þú ert með eitthvað mikið sársauka á bakinu og þú ert að vinna í að slökkva tökunum á þessum sársauka. Fortíðin er búin að vera erfið, þessi 7 segir mig þar, og þér finnst þú
hafa ekki gegnum tíðina sennilegast verið rosalega einn og eins og sko það kom hérna tvistur í bikurum sem svona sálufélag að spila, hann kemur hér beint á hvolf og ég finn að hann á einmitt að vera á hvolfi og hann á hvolfi hjá þér að þig vantar rosa, þú hefur örugglega upplifað eins og sko þú eigir bara engan sko fyrir þig, veist, hvað þinn sálufélagi? Það það sem sko skilabóðin þennan vatnsberar fá og það hérna eins og sérst svolítið á nálum. Það svolítið mikið á nálum, aftur kemur fjarki, grunnurinn. Þannig að huglægt þá ertu einhvers staðar á, svona grunnatriðin í þínu mentality svolítið á nálum líka og svona svolítið sko óbalanserað eins og sért sko í vandræðum með að halda balans á þessu öllu, tilfinningalegu hliðinni, huglægu hliðinni, líkamlegu hliðinni. Það eitthvað svona balans á þessu. Þið sem eruð, ef þið eruð í einhvers konar sambandi eða hjónabandi eitthvað svoleiðis, þá kannski verið hrist eitthvað staðar í líka grunnstóðunum ykkar við það. Veist, það kannski, þeir eru búin að upplifa kannski eitthvað byrði, veist, eitthvað ójafnvægi í ykkar sambandum. Og hérna aftur kemur annar tvistur nema í stöfum og þá kemur hér að það pínu eins og sér búin að eina ferðin enn, eins og sér búin að vera að burðast með annara manna dót. Eitthvað sem að þú átt í rauninni ekki. Það kemur, eins og ég segi, ef þið eruð ein, þá hérna svolítið svona eins og þið upplifið eins og þið séu bara svolítið dæmd til að vera ein. Og það búið að vera svo mikil þyngsli yfir ykkur, en það þið búin að vera að burða svo mikið með eitthvað svona annarra manna drasl. Að það hver hefur sinn djöful að draga og það sem að þessir vatnsberar eru búin að vera að draga eitthvað svona annarra manna krapp. En það hins vegar líka fylgir svolítið þessum djöfli hér að hann hefur bara valdið sem þú gefur honum. Þú hefur valdið til að sleppa tökunum. Þú hefur valdið til þess að rísa yfir þetta. Þessi kóngur hér segir að þú getur alveg þroskast yfir þetta. Þú getur alveg unnið úr þessu. Þú getur farið upp fyrir þetta. Skýjum ofar. En þetta hefur, þú hefur valið svolítið. Þú verður að stjórna því hvort að þetta drægi þig og hamlegar. Þetta eru byrðar sem að þú hefur tekið á þig, hvort sem að meðvitað og ómeðvitað, auðvitað ómeðvitað í gegnum tíðina. En þú einhvers staðar samt búin að halda í þær, þú þekkir ekki lífið án þeirra þannig að þú heldur í þær og það óvalegt að sleppa þeim sjálfsagt. En nú verður þú eiginlega svolítið að fara að sleppa þeim að þær eru bara orðnar allt og þungar fyrir þær eru bara virkilega að hamla þær og gera þær lífið leitt. Og það væri bara alls ekkert galið fyrir að fá bara faglega aðstoð með það, ég mæli sterklega með því. Og niðurstaðan þú aftur, hérna kemur æðsti prestur. Leiðsögn. Þetta andlegur leiðbeinandi, sálfræðilegur leiðbeinandi, prestur, læknir, sálfræðingur, geðlæknir, handleiðari. Það greinilega, þú færð alveg góðan handleiðara ef að þú leitar hann eftir. Kemur enn fjarkinn, grunnstoðirnar. Nema núna þetta nú farið að snúa rétt, Með þessum handleiðara, þessari leiðsögn sem að þú nærðir í, þessari leiðsögn sem að fer að koma inn hérna í ágúst með þessari umhefjandi kærleiksorku, með hérna keisarauninni, þá færðu eitthvað svona góðan leiðbeinanda, eitthvað til að leita til, eitthvað svona ráðamann, til þess að vinna í þessum grunnstoðum í lífiðinu.
að þegar hérna ertu, þú veist, þú ert alveg búin að sko reyna og það er alveg sko búið að skila einhverju. Ef þú upplifir þig eins og þú sért sko búið með þrekið eins og þú eins og það sé of langt eftir og hafir ekki skrokkin í að halda áfram með þetta, þá skellast þér. Þú ert bara rétt komin hingað og búið með þetta. Þú átt svo mikið eftir af þér. Þú getur alveg haldið áfram þó að sé erfitt. En þú ert líka að fá þennan leiðbeinanda með þér. Og þú ert að stíga inn í tímabil með þessu öllu saman, með innri vinnunni, með leiðbeinandunum, með kærleiksorkunni. Þá ert að stíga inn í tíma þar sem að ljósi og skuggarnir jafnast miklu meira út. Þitt innsæi og þín yfirsýn og innsýn á þig mun verða miklu öflugri. Það kemst miklu meira jafnvægi á þetta. Veistu, þetta er mjög mikið fagnaðar efni, þessi tía hér, tía mynd, fögnuður. En það líka segir mér, sko, þú verður svo miklu öflugri, þitt innsæi. Þannig að sko, þó að það séu miklu erfiðleikar en þá er útkoman alveg óbúslega góð, minn kæri. Við skulum kíkja það sem er þér falið. Nýtt upphaf hér. Þessi ás í peningum er svolítið, þetta er nýtt upphaf, þetta er líka ný skuldbinding og þetta er svolítið eins og alltaf hoppa ofan í kanínuhóluna, ef við hugsum Lísu í Undralandi. Þú veist ekkert hvað býður þín og óvissan er þarna, en það er samt eitthvað gott ofan í þessu hólu ef við lært fyrir flakka. Aftur kemur hérna þessi pressa, áttaði sverðun. Það er svona að þú ert einhvern veginn svona, þú ert að einhverju leyti, þá ertu ekki að hlusta, þú ert ekki að taka skilaboðunum. Þú ert bara búin að binda fyrir augun á þér, teka fyrir eyrun á þér, nánast og halda niður í andanum og taka fyrir nefi líka. Þú ert bara ekki að díla. Þetta er svona I can't even. Þú veist, þú ert bara þannig ertu einhvers staðar búin að loka þig af. Og sennilegast af því að sko, þú ert bara orðin þreytt eða þreyttur á sko, svo mörgum í kringum þig, sko, margar raddir segja þér hvað þú er að gera og hvað, þú veist, hvað sé besta leiðin og alls konar. Núna þarftu bara að skera á það. Þú hefur ekkert að gera með andra manna ráð nema þá bara einhvern virkilega, veist, einhvern alvöru leiðbeinanda. Veist, auðvitað vilja vinir og fjölskylda okkur alltaf rosalega vel, en þau eru kannski með alveg, sko, þegar þú ert að fá 100 ráða frá 100 manns og út allt, að þá flækist það bara svolítið fyrir og verður einmitt svolítið hamlandi því hérna er flónu á hvolfi, hann þorir ekki að hosta eitthvað á brúninni. Hann veit ekkert í hvern fótinn hann eigi að stíga. En nú er komið að því að þú verður að fara að jarða þessu gömlu mál og fara inn í nýjan tíma, því að annars þá getur það bara fara að verða þér svolítið hættulegt og fara að taka bara virkilega á heilsuna þína. Sko, þetta er búið að taka á andlegu heilsuna þína og þetta fer að taka bara mjög á líkamlegu heilsuna þína ef þú ferð ekki að sko virkilega gefa þig í þetta. Ef þú ferð ekki virkilega bara að treysta að jæja, ok, nú virkar þetta. Þetta er, leiðsögnin þín er á leiðinni, sem er frábært. Það er eitthvað mjög öflugur leiðbeinandi, hlustandi, ráðgjafi, fagmaður á leiðinni þitt líf, þannig að taktu því, þú veist, og legðu þig fram í þetta. Þetta er svo mikilvægt að þetta er að taka svo mikið á því. Skulum fá hérna aðeins meiri innsýn. Og maður vita aðeins ummannavaspara. Ok. Þá maður vita aðeins meira uppákomarnar.
Þetta þeyttist nú bara eitthvað lengst í þessu. Svona. Og meira leiðsögnina. Ok. Þetta átti að finna niðurstöðuna. Þetta ætlaði að koma. Og svo það sem falið. Það ætla ég að fá hérna á botninn. Ok, vatnsberið sem við vorum að tala við. Við vorum búin að sjá hérna að hann undir mikilli pressu, upplifði mikil þyngsli og eins og hann sé ekki eins og hann miði ekkert áfram, en samt byrjaður á innri vinnunni sinni. Þetta þú vatnsberi. Þetta stjarnan. Stjarnan sem sagt spil vatnsberans. Það sem vatnsberan nefnilega vatnsberin alveg merkilegt merki, finnst mér. Og ég viðurkenni það fyrir mitt leyti, vatnsberar eru svona uppáhaldsfólki mitt. Af því að vatnsberar eru gæddir svo mikilli gáfum til að vinna inn á heildina, bara heildarkosmósinn, eða nær samfélagið sitt, nær umhverfi. Þeir eru einhvern veginn, þeir vinna svo mikið í þágu samfélagsins, má segja. Að þeir einhvern veginn, það eina að þeir gleyma stundum sjálfu sér. Og þeir eru, þetta svona, fá svo stórar hugmyndir oft á tíðum. Og oft þykir þetta kannski vera svolítið svona draumara fólk. En málið er að þetta svo fallegir draumar. Og þetta þessi draumar eru svo sjaldan eitthvað svona ég, heldur er þetta alltaf draumar við, okkar. Það þykir mér alltaf svo fallegt við vatnsberana. Svona heildarmyndin af vatnsberanum. Enda ekkert skrítið að vatnsberin og stjörnuspilið séu sett saman af því að stjarnan eru óskin og draumarnir og þrárnar í sinni bestu mynd. Þannig að þetta þú vatnsberi. Og spilið hérna segir að gerðu jákvæðar breytingar í lífinu, gerðu jákvæðar bjartsýnar langtíma áætlanir fyrir þitt líf. Sett þetta svolítið í bara plönin þín og markmiðin þín og dagbókina þín. Ákveðdu að þú ætlir að gera líf þitt betra og bjartara. Þú getur alveg markað þína eigin leið með það sjálfur. Af því að þú hérna alveg ofboðsleg tilfinningavera með þennan riddara í bikurum. Svona miklar, flæðandi, sterkar tilfinningar sem kannski svolítið erfitt að hafa stjórn á stundum. Ekki bæla þér. Mér finnst þetta svo fallegt. Ég elska svona tilfinningaverur. Þó þær séu stundum út allt og upp allt með tilfinningarna sínar og hjarta á erminu og allt. Mér finnst það svo fallegt. Og mér finnst svo leiðilegt þegar það er bælt. Það
það að detta inn eitthvað sko svona nýtt tilboð til þín, hvort það sé einhver í lífinu sem að svona réttir eitthvað fram, sem að bjóða þér eitthvað, kemur með eitthvað svona ágætisfréttir eða gott ráð, sem að sko þetta eitthvað sem þér kannski finnst þetta ekki vera neitt rosalega gáfulegt, eða svona, þú veist, ekkert eitthvað vittlaust, en kannski svolítið svona bara hendir þessu beint í ruslið, sko, svolítið. En þetta nefnilega ekkert svo vittlaust sem að koma hérna inn á borðið til þín. Þú veist, þó að þér finnist þetta kannski vera eitthvað svona ótrúlegt humbúk, en svo þetta kannski bara eitthvað alveg frábært, eitthvað alveg til í þetta. En þegar þetta líka frá einhvernum sem að, þú veist, í þínu lífi sem að sko, þetta eitthvað sem þú getur alltaf reitt þig á og, þú veist, eitthvað sem að hefur gengið vel að einhverju leyti, þannig að af hverju ættir ekki að taka þessu ráðum. Það eitthvað þannig manneskja eða fleiri en ein meira að segja í þínu lífi. Og ef þú ert með einhverjar hræðslur varðandi sko peninga, það kemur hérna 5 í mynt, og sko með því ótti í kringum fjármál eða veraldlega muni, þú veist, ótti í kringum, við þurfum náttúrulega öll að sjá okkur fyrir mat og húsnæði og öllu því, og fjárhagslegt óöryggi bara mjög erfitt. En þá líka svolítið sko að vera að minna þig á að sko þiggja ráð annarra, þiggja leiðsögn. Ég benti þér á áðan að það kannski svolítið margar raddir í kringu þig og það yfirþyrmandi, en þú svolítið að sortera úr hver raddirnar sem þú getur reitt þig á. Það alveg raddir þarna sem þú getur reitt þig á, og það vera að minna þig á það. Það svolítið bara að vinna þig á það að sko ekki, þú veist, þó að það séu kannski margar raddir í kringu þig, ekki útiloka þær allar. En þú varst bara dásamleg vera. Varðandi þessar uppákomur, og mun að sjá það að sko þetta búið að vera, mjög erfitt og að leggjast þungt á sálina, en það að detta inn þessi ofboðslega kærleiksríka orka, enda, 3 háspil, einbúinn galdramaðurinn og jafnvægið, að þessi sem að fara að koma inn í lífið þitt núna, þessi sem ætlar kannski að fara að hlusta svolítið á, kemur sko með svo ofboðslega visku og sýnir þér líka sko hvað þú ert magnaður og getur gert mikið. Og þetta eitthvað sem næra leiðbeina þér svolítið inn á frekari vinnu, þú veist, frekari innri vinnu í meiri ró og næði sko sem einbúinn, og svolítið svona benda þér á kannski að leita meira inn á við í staðinn fyrir að leita alltaf ráða út á við og leita lausna út á við, leita þau inn á við. Og þetta kemur með svo miklu meira jafnvægi, og sko þá fer loksins að sjá fyrir endan á sko þessum erfiðu tímum, og þú fer loksins að skipta svolítið ham. Þú veist, þú ferð að geta sko sleppt tökunum og haldið áfram með lífið. Þannig að þessi leiðbeinandi sem á leiðinni inn í lífið rosalegur, og þá þetta bara svolítið undir þér komið hvort þú heyrir akkurat þá leiðsögn, veist. En auðvitað með sko tilliti til þess að við förum alltaf hring eftir hring, að þá þú grípur ekki þessi leiðsögnin núna, þá ekki þar með sagt að þú sért bara búin að missa af eina tækifærinu í lífinu. Þetta gengur hring
ef þú tekur ekki leiðsögninni núna, þá kemur hún einhvern tíðan aftur. Þú ferð þá bara í sama hring aftur með tilhærandi, náttúrulega, jú, erfiðu. En leiðsögnin þín úr þessu það eru hérna Ásinni Bikku sem sko nýtt tilfinningalegt upphaf og líka sko losuna á tilfinningum, með betra flæði á tilfinningum. Þetta mikil hamingja. Þannig að það held ég verið að segja svolítið að sko njóta líka. Leyfa tilfinningunum að flæða og njóta þeirra. En aftur ekki sem sagt bæla þær. Leyfðu þeim bara að vera svona stórar og miklar. Og með þessum tvisti hérna í sverðum þá sko, það einhver ákvörðun sem þú þarft að taka. Það einhver ákvörðun sem þú þarft að taka og varðandi líka sko varðandi það að sko sjálfsábyrgðina. Að þegar þú getur verið svo ofboðslega gjafmildur, þú getur verið rosalega öruggur og áreiðanlegur og praktískur en miðað við sko hvernig þetta hefur verið í gegnum tíðina hjá þér, þá ertu sko þú þarft að taka svolítið ábyrgð á eigin heilsu og eigin geðheilsu með því að ákveða, nú ætla ég að lifa betur, núna ætla ég að fá aðstoð, núna ætla ég að leita mig hjálpar, núna ætla ég að leggja mig fram í að gera líf mitt betra. Af því að það svo mikil gnægð í boði. Það svo mikil sko kraftur og mikil sko miklar allsnættir í boði ef þú tekur ábyrgð á eigin heilsu sjálfur og sko leyfir tilfinningunum að vera bara eins og þeir eru. Hættir að berjast við tilfinningunum og bæla þær niður. Leyfir bara hamingjuna að flæða inn. Varðandi niðurstöðuna að þá ertu hér komin í það að sko nú verður að fara að halda áfram. Þú verður að fara að skilja við þetta gamla. Af því að hér kemur aftur nýjan í sverðunum sem var hérna fyrir í stokkunum þennan sem þarf kannski bara orðið á faglegri aðstoð að halda, að þú ert búin að vera svo mikið í þessu að búast alltaf við búast við því versta. Þannig að þú verður núna að sko fara að skilja þetta eftir. Og það það sem þú ert að fara í, það pakkinn sem þú stefnir í. Nýja hringrás sem þú stefnir í að fara að sko taka allan þennan þunga í burtu og skilja hann eftir í staðinn fyrir að börjast þetta með hann áfram. Þegar hérna kemur réttlætið og það verður nefnilega sko, þetta verður allt gert upp og þetta verður allt einhvern veginn svona gert upp og flokkarað og sorterað. Þetta fer aldrei verra en vel þegar þú byrjar. Þó að sé kannski erfitt og ruglingslegt svona í fyrstu. En með þessu líka þá þarf þú þarf bara að standa með sjálfu þér. Í einu og öllu, veist. Þú veist alveg hvað er rétt. Þú veist alveg hvað er rangt. Stattu með því og gaktu þann veg sem þú boðar. Kíkjum hérna undir, hvað er þér falið. Það er hérna samrunnin. Þetta er sem sami og þetta er sem æðsti presturinn hér. Þetta er andlegu leiðbeinandi, faglega ráðgjöfun. Þannig að það er einhver, þessi manneskja sem að
er hérna að stíga inn í líf þitt, þetta er eitthvað sem að þú þekkir nú þegar. Þetta er eitthvað sem þú þekkir nú þegar og er alveg svona að sveima í kringu þig nú þegar og er kannski svolítið að bíða eftir því bara að þú leitir til og segir, hei, getur hjálpað mér. Þú þarft nefnilega að taka stefnuna, þú þarft að taka ákvörðun þetta, þú þarft að bera svolítið ábyrgð á þessu sjálfur og ekki ætlast til þess að sé alltaf ykkur að reyna að stökkva inn til að bjarga þér. Af því að þér hætti til að fylgjast og að einblína of mikið á það sem fór úrskeiðis. Þetta er svolítið, þú átti til að mála myndina svolítið svart. Og sko, það er svo mikið einmitt í sko grunnstofunum þínum sem að fór eitthvað staðar úrskeiðis, þannig að þá þetta snýst svo mikið fortíðina. Sko alveg frá því að þú varst bara barn, sem að þú ert enn að burðast með í dag og það er bara too much, sko. Og þetta er að valda svo miklum konfliktum í þér. Og þetta er að valda því að þú ert kannski orðin svolítið svona stífar og stirðari en þú ættir þér að vera. En þessi leiðsögn sem er í boði fyrir, þessi leiðbeinandi handleiðari, eða einhver svona sem þú getur leitað til og rætt málum við, þessi manneskja er í lífinu nú þegar. Og ég held að sko í grunninn þá þú ert kannski fyrst að fara að átta þig almennilega á því núna í ágúst. Við skulum fá nokkrar rúnir fyrir að vaspara. Kom bara ein rún, þannig að ég ætla að hvort að koma eitthvað hérna úr Monology-stoffinu. Já, venjulega vilja nú koma kannski 3 að 4 spil. Já, ok. Ein rún og 1 Monology. En það sem rúnin segir mér hérna einmitt kemur óþala, sem er sem sagt fortíðin, segir hérna ancestral heritage, það er að segja arfurinn og eignirnar, en þetta er sem sagt eignirnar sem þú tekur með þér eitthvað staðar úr fortíðinni, sem að í þínu tilfinningu eru tilfinningarnar þínar, og einhver erfiðleikar. Þú ert búin að taka þér einhverju eignarhaldi á þessa erfiðleika og þú ert alltaf að burðast með það með þér. Þetta er staðfesta á því. Svo kemur hérna balsamic tungl, a time for healing. Núna er tíminn til þess að heila þig. Núna er tíminn til þess að læknast. Núna er tíminn til að fá líkn. Það er komið tími að þú sækir þér heilun. Og gefið þér tíman og gefið þér orkuna í að heila þig. Þú mátt það. Þú mátt fara bara inn í hvíldina og heila þig. Þú verður bara svolítið að sækja þér þetta sjálfur samt. Fá að meina gyðjunni í ágústmánuð fyrir að vaspara. Það kemur Shakti, umbreyting með Shakti. Við fáum að vita aðeins meira
Shakti. Shakti sem sagt ein af táknmyndum heilags kvenleika, bara rétt eins og keisarinn sem kom hérna, sem allar kom inn í lífið, af því þetta sem sagt í rauninni eins hrein og tær kvenorka og hugsast getur, þar að segja þessi umvefjandi orka, og hefur ekkert að gera með líffræðilegt kyn, heldur bara þessi umvefjandi, kærleiksríka grunnorka, svona móðurorkan. Hún ætlar með þér hérna inn í ágúst með Shakti, og Shakti leiðbeina þér inn í að stíga inn í þín raunverulegu örlög. Þess að hver þér er ætlað að vera í þinni fegurstu mynd. Og hún ætlar að styðja þig í gegnum sársaukann og ruglinginn sem fylgir því að fara í gegnum þessar miklu umbreytingar sem þú ert að stíga inn í. Af því að hún sér að það er ójafnvægi í lífinu sem er ekki að styðja við þig, og það krefst þess til þess að lækna þetta, þá krefst þess að þú opnir mörg gömul sár og hreinsir þau. Þetta er svolítið svona, óhreint sár grær illa, þannig að þá þarf að opna og hreinsa upp á nýtt. Og það getur bara verið mjög sárt, en það er í langtíma lítið svo miklu heilbrigðara, og Shakti er með þér, ætlar að vera með þér til þess að styðja þig í gegnum það ferli. Þetta, eins og umbreytingar eru frábærar, þá eru þær samt sem að er erfiðar og sársaukafullar. Og hún skilur það fullkomlega sjálf, og hún ætlar að styðja þig í gegnum þetta. Það er engin smá leiðsögn til að hafa. Bara Divine Feminine ætlar með þér í gegnum þetta umbreytingaferli, þessa endurfæðingu. Þannig að þetta var lögnin fyrir vatnsberann. Þá bara sjáumst við næst.